Sameiginlega hófu þeir augun til himna og lofuðu Guð með hárri röddu. Þetta náði til sumra sem höfðu kvartað og stigið að grunninum og stigu þeir aftur upp á hann með auðmýkt. Mér var bent aftur til boðunarinnar fyrri komu Krists. Jóhannes var sendur með anda og mátt Elía til að undirbúa komu Jesú. Þeir sem hunsuðu vitnisburð Jóhannesar græddu ekki á kennslu Jesú. Andstaðan við boðskapinn komu hans kom þeim í þá stöðu þar sem þeir gátu ekki auðveldlega meðtekið sterkustu sannanir að hann væri Messías. Satan leiddi þá sem hunsuðu boðskap Jóhannesar til að fara enn lengra og afneita og krossfesta Krist. Með þessu staðsettu þeir sig þannig að þeir gátu ekki meðtekið blessunina á hvítasunnudaginn sem hefði upplýst þá leiðina inn í himneska helgidóminn. Rifið fortjald musteris táknaði að fórnir og helgisiði gyðinga nytu ekki lengur viðurkenningar. Hinni miklu fórn hafði verið fórnfært og hún meðtekin og heilagur andi sem útelt var á hvítasunnudag beindi hugun lærisveinanna frá jarðneska helgidómnum til hins himneska þar sem Jesús hafði stigið inn fyrir eigið blóð til að blessa lærisveina sína með friðþægingu sinni. En gyðingar voru umluktir algjöru myrkri. Þeir glötuðu öllu því ljósi frelsunar áformsins sem þeir gætu hafa haft og þeir treystu enn á gagnlausar fórnir sínar. Himneski helgidómurinn hafði komið í stað hins jarðneska, en þeir höfðu ekki hugmynd þessa breytingu. Því gagnaðist þeim ekki meðelganga Krists í hinu heilaga. Margir líta með hryllingi á ákvörðun gyðinga að afneita og krossfesta Krist og sem þeir lesa skammarlega meðferð á honum telja þeir sig elska hann og að þeir myndu ekki hafa afneitað honum eins og Pétur gerði eða krossfest hann eins og gyðingar gerði. En Guð sem les hjörtu allra hefur gert þennan kærleik á Jesú sem þeir hafa lýst yfir að prófsteini. Allur himinninn fylgdist ákafur með móttöku boðskapar fyrsta engilsins. En margir sem sögðust elska Jesú og felldu tár við lestur krossfestingarinnar hættu fagnaðarerindið komu hans. Í stað þess að taka við boðskapnum fagnandi, sögðu þeir hann vera blekkingu. Þeir lögðu fæð á þá sem unnu komu hans og gerðu þá burtræka úr kirkjum sínum. Annar boðskapurinn gat ekki gagnast þeim sem afþökkuðu fyrsta boðskapinn. Né heldur miðnæturhrópið sem skyldi undirbúa þá til að ganga fyrir trú með Jesú inn í hið allra helgasta í himneska helgidóminum. Og með því að afneita fyrsta og öðrum boðskapnum höfðu þeir svo myrkvað skilning sinn að þeir sjá ekkert ljós í boðskap þriðja engilsins sem lýsir leiðina inn í hið allra helgasta. Ég sá að eins og gyðingarnir höfðu krossfest Jesú, þannig höfðu málamyndar kirkjunar krossfest þennan boðskap og því rata þær ekki inn í hið allra helgasta og geta heldur ekki notið meðalgöngustarfs Jesú þar. Eins og gyðingarnir sem báru fram gagnlausar fórnir sínar, svo beina þessar kirkjur vanmáttugum bænum sínum á þann stað sem Jesús hefur yfirgefið. Og Satan sem gleðst yfir blekkingunni tekur á sig trúarlega mynd og leiðir huga þessara játenda kristinnar til sjálfsíns og með mætti sínum, táknum og lyga undrum festir þá í snöru sinni. Suma blekkir hann á einn hátt, aðra á annan. Hann notar mismunandi blekkingar til að ná til mismunandi einstaklinga. Sumir líta með hryllingi á ákveðna blekkingu en kol falla svo fyrir annari. Satan blekkir suma með andatrú. Hann kemur líka sem ljósengill og dreifir áhrifum sínum landið með fölskum siðbótum.
Kirkjurnar hrífast og álíta að Guð sé að vinna fyrir þær á undursamlegan hátt, en þar að verki annar andi. Hrifningin mun dvína og skilja eftir sig heim og kirkju í verri stöðu en áður. Ég sá að Guð á sér einlæg börn meðal málamynda aðventistana og föllnu kirknanna, og áður en plágurnar hellast yfir munu prestar og annað fólk vera kallað úr þessum kirkjum og taka fegins hendi við sannleikanum. Satan veit þetta, og áður en hið háa hróp þriðja engilsins hljómar, vekur hann upp áhuga meðal þessara trúarhreyfinga, svo að þeir sem hafa hafnað sannleikanum telja að Guð sé með þeim. Hann ætlar að blekkja hina einlægu og fá þá til að álíta að Guð sé ennþá að vinna fyrir kirkjurnar. En ljósið mun skína og allir einlægir munu yfirgefa kirkjurnar föllnu og samanast leifunum. Boðun fyrsta, annars og þriðja engilsins hefur verið lýst með orði innblástursins. Ekkert smá atriði skal fjarlægt. Ekkert mannlegt vald hefur rétt til að breyta þessum boðskap, frekar en að skipta Gamla testamentinu út fyrir það nýja. Gamla testamentið er fagnaðarerindið í búningi, mynda og tákna. Nýja testamentið er inntakið. Annað er jafn mikilvægt og hitt. Gamla testamentið framsetur leksjur af vörum Krists og þessar leksjur hafa ekki glatamætti sínum á nokkurn hátt. Fyrsti og annar boðskapurinn var gefinn 1843 og 1844 og nú erum við á tíma þess þriðja. En samt ber að boða hvern hluta þessa þríþætta boðskapar. Það er alveg jafn mikilvægt nú sem fyrr að endurtaka hvern boðskap hverjum þeim sem sannleikans leitar. Fyrir mátt penna og raddar eigum við að boða, sýna mikilvægi þeirra og gildi spádómanna sem leiða okkur til boðskapa þriðja engilsins. Engin þriðji er til án fyrsta og annars. Þessi sannleiksatriði eigum við að veita heiminum í formi útgáfu og ræða og sýna í framgöngu í sögu spádómanna það sem hefur gerst og það sem mun framkoma. Verk okkar felst í að boða boðorð Guðs og vitnisburð Jesú Krists. Þú skalt búa þig undir að mæta Guði þínum. Amos 4:12. En viðvörunin sem gefa skal heiminum, þetta er viðvörun til okkar persónulega. Okkur er sagt að afleggja hverja byrði og synd, svo sem léttilega hremma okkur. Það er verk handa þér að vinna, bróðir minn, að bera ok með Kristi. Vertu viss að bygging þín sé á bjarginu. Veðjaðu ekki eilíðinni á líkindi. Kannski lifir þú ekki að taka þátt í háskalegri atburðarás sem er að skella á okkur. Ekkert okkar getur bókað neitt varandi lengd lífs okkar. Ættirðu ekki að vaka hverja stund? Ættirðu ekki að gaumgæfa þig og spyrja, hvernig verður eilífin mér? Helsta byrði hverjar sálar ætti að vera, er hjarta mitt endurnýjað? Er sál mín umbreytt? Eru syndir mínar fyrirgefnar fyrir trú á Krist? Hef ég upplifað endurfæðingu? Bregst ég rétt við boðinu, komi til mín öll þér sem erfið og þungar hlaðin og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér því að ég er hóvær og að hjarta lítillátur og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Því að mitt ok er ljúft og byrði mér létt. Metur þú allt einskis hjá yfirburðum þekkingarinnar á Kristi Jesú og sérðu það sem skyldu þína að trúa hverju orði sem kemur frá munni Guðs. Já, takk fyrir þetta, Íris. Mér langar að vera með vitnisburð
það hvað Guð hefur verið góður við mig. Þetta nú ekkert eitthvað að því að Guð, hann gerir stór kraftaverk, hann gerir líka lítil kraftaverk og litlu kraftaverkin eru líka stór, þó að manni finnist þau kannski ekkert svo stór. Að því að Guð, hann heldur uppi stjörnum himinsins og öllu, en hann lítur líka niður til lítilmagnans og þeirra sem að hafa sundurmarið og sundurkrami hjarta. Og einu sinni þegar að ég var mjög sorgmædd og niðurlút og ég man ekki alveg af hverju það var. Ég held að það var eitthvað í kirkjunni sem að gerði mig svo sorgmædda að ég var alveg bara djúpt sokkin í sorg. Og ég var inn í banka, fór inn í Íslandsbanka á Suðurlandsbraut, settist þar niður, tók miðan og var að bíða eftir að koma stað til gjaldkera. Þetta var í gamla daga, þetta gerist nú alla í dag, það er búið að loka öllum bönkum. Og það eina sem ég gerði var bara að halda á miðanum mínum, horfa á gjaldkerana og já, það var að koma bara með mér og sama tíma var ég að horfa á svona lítið barn sem var kannski svona 3 ára sem var að kubba. Af því að það var svona í bönkunum alltaf svona legokubbar fyrir krakka svo að maður myndi ekki leiðast. Og svo bara sat ég þarna með miðan minn og horfði á barnið og horfði á gjaldkerana og bara var rosalega sorgmædd. Bara hjarta mitt var svo þungt. Og svo allt í einu, bara upp úr þurru, þá stendur barnið upp og hleypur til mín og hoppar upp í fangið á mér. Ég bara, wow. Ég var svo glöð, ég var svo hissa. Ég var bara, wow. Og þetta bara bjargaði deginum fyrir mig. Ég bara, wow, hvað þetta var yndislegt. Þetta var svo óvenjulegt. Þetta gerist aldrei. Ég hef aldrei lent í þessu. Þið örugglega ekki heldur. Þetta var svo greinilega Guð sem var að hugga mig. Guð, hann er huggari. Hann finnur sorgina sem er í okkur. Einu sinni þá var ég svo rosalega sorgmædd. Ég var búin að vera að skipuleggja fyrirlestra. Ég held að það hafi verið þegar Fati og Tjad komu hérna og voru með fyrirlestra í Verslunarskólanum að hjálpa fólki að taka réttar ákvarðanir í lífinu sínu og styrkja framheilakvelið og svoleiðis. Og ég var búin að bjóða fólki að koma. Ég ætla ekki að segja hver það var. Og ég var svo spennt og mér hlakkaði svo til að bjóða þeim og fá þau. Þá sagði þessi einstaklingur sem hefði boðið, ég sagði já, ég ætla að koma. Svo hætti hann við. Sagði, veistu það, ég bara kemst ekki því ég þarf að fara að horfa á fótboltaleik með Manchester United. Og ég var svo sorgmædd að þetta voru nánir ættingjar. Og ég var alveg bara að vinda alla orku úr mér og ég var mjög sorgmædd og vondöpur og ég var í Kringlunni og ég fór í Bónus og labbaði inn í ávaxtadeildina og þá leit ég svona til vinstri og þá sá ég rautt epli, akkurat epli sem mér fannst svo rosalega gott og ég hafði ekki fundið þetta í marga mánuði. Og ég bara gekk að eplinu, tók það, bara vá, ég var svo glöð. Fór heim, borðaði, það var bara yndislegt og ég fann alveg bara, já Guð, þú ert að hugga mig með þessu. Svo fór ég aftur í Bónus og ætlaði að kaupa meira, þetta var svo gott epli. Nei, þá voru öll eplin hinn bara ógeðsleg og vond og ég bara vildi ekki einu sinni kaupa þau þegar þau litu illa út. Þannig að þetta var svo greinilega Guð sem var að hugga mig. Þannig að ég bara vil lofa Guð fyrir það að hann hugsar fyrir öllu í okkar lífi. Bara snúum okkur til hans. Treystum honum. Er einhver hérna inni sem að myndi vilja segja sinn vitnisburð eitthvað sem að Guð hefur gert? Hvort sem að heldur er langt síðan eða stutt síðan? Einhver treysti sér þá eru velkomin að koma.
Já, Helga, gjör svo vel. Takk fyrir þetta tækifæri, Vigdís. Og takk fyrir hvatninguna. Ég á svipaða sögu, svona eins og þú. Við byggum í Danmörku og vorum að læra. Og svo var það einn daginn að ég var sorgmædd. Ég var með svo mikla heimþrá. Og ég einmitt hef fundið svona mörg pínulítil atvik í lífinu þar sem að Guð bara bendir á ég er hérna. Og ég var að labba, ég var búin að taka strætó, ég átti að skólanum og var að labba. Og ég var bara mjög döpur svona í hjarta mínu og það fjalli alveg tár. Og þá sé ég geng, að þá sé ég allt í hennu bara héra, skottast Og ég hugsaði líka bara strax, takk fyrir. Og það bara fór fókusinn minn og gleðin að sjá þetta litla dýr skoppa þarna í grasinu. Það var bara yndislegt. Og svo langaði mig líka að segja frá að einmitt ég á fullt af bænasvörum í stórum atriðum eða stórum þáttum í lífi mínu sem að hefði bara ekki geta verið annað en Guð. En mig langar að segja frá öðru líka sem að var ekki svona stórt. En ég var að vinna sem aðstofamaður iðjuþjálfa á Grensásdeildinni í 5 ár áður en ég fór að læra sjálf iðjuþjálfun. Og svo var það eitthvað sinn fyrir jólin að við ákvaðum starfsfólkið að vera þarna eftir vinnu og búa til pappír til þess að búa til jólakort. Og þetta var voðalega skemmtilegt og við vorum þarna að tæta niður einhvers konar pappír og lita pappír og þurrka og svona. Þetta var mjög gaman. Nema svo gerist það á þessu kvöldi að vélin sem við notum til þess að hakka niður allt, hún gaf sig. Og hún bara stoppaði. Og við reyndum allt og við vorum allt mjög samviskusamar konur þarna og fannst óskaplega leiðilegt að einmitt þessi vél sem við notum mikið í vinnunni skildi gefa sig þegar við vorum að gera eitthvað fyrir okkur, prívat og persónulega, eftir vinnu. Og við vorum mjög leiðar yfir þessu. Og ég var hugsi kvöldi þegar ég var komin heim og ég baði til Guðs. Svo dreymi nóttina. Og ég dreymi þar sem að ég í eldhúsinu, þarna á Grensásdeildinni, fyrir framan vélina. Og ég sný vélinni við. Og það takki undir henni sem bent á. Og mér fannst þetta mjög skrítið að hafa dreymt þennan draum. Nema ég var alltaf fyrst mætt í vinnunamotnun og var að undirbúa áður en aðri kæmu. Og ég fer mjög spennt, geng beint af vélinni, sný henni við. Og það þessi takki og ít á hann og sett vélinni í gang og hún fór í gang. Og bara svona lítið atriði en skiptimála og var vitnisburður minn síðan fyrir vinnufélaga mína. Guð andum okkur í risastóru málunum og pínulitlu málunum. Takk. Já, Guð góður. Einhver fleiri sem myndu vilja vera með vitnisburð? Jana, gjör svo vel. Það gæti verið svolítið erfitt að segja þessa sögu þegar ég ekki með biblíuna mína, en ég ætla að reyna að muna hana. En fyrir nokkrum árum, þá var ég mjög þunglynd og ég hafði lent í því að vera í svona einhvern veginn þunglynd í nokkra mánuði og svo einn daginn hafði ég gert eitthvað rangt og mér leið rosalega illa það. Og ég satt bara á gólfinu inn í herbergi á mér og
var eiginlega bara að byrja að gráta og ég leitaði í biblíunni minni eftir einhverju svona versi. Ég fann bara fyrir að Guð vildi að ég myndi opna biblíuna mína og það stóð á ensku, svo ég verður örugglega að segja þetta á ensku. Ég man ekki hvað var á íslensku, en það stóð Daughter, your faith has made you well. Go in peace and don't sin anymore. Og mér fannst það svo fallegt og ég fór ennþá meira að gráta því ég var svo glöð yfir þessu. Mér leið eins og Guð hafi þá séð mig og ég var ekki ein og hann var einmitt að hugga mig og hjálpa mig í gegnum þetta og segja þótt að þú hefur gert eitthvað rangt þá færðu annan sjans sem mjög fallegt. En já, takk fyrir. Já, Guð góður. Einhverju fleiri sem vilja vera með? Já, gjör svo vel, Örvar. Hann að þýða fyrir enskumældi, þannig að ég skal núna þýða fyrir enskumældi. Okay. Það ekki, viltu ekki það? Já. Þetta eitthvað sem gerðist þegar ég var mjög yngri en ég í dag. This happened when I was much younger than today. I have always liked traveling and being a little adventurous. Mér alltaf þótt gaman að ferðast. Þú ræðir. Viltu segja á ensku fyrir þetta? Þú ræðir. It doesn't matter. Okay, I can do it in English. I'm sorry. Okay, hann ætlar að segja ensku. And I had a friend that had a farm in France. Ég átti vin sem átti bóndabæ í Frakklandi. And without knowing much about France, I thought it could be a good idea to go there. I didn't have much money. Ég vissi ekkert mikið Frakkland en mér fannst góð hugmynd að fara þangað. Ég átti ekki mikið pening. But I had learned that if you're willing to work, you will get work anywhere. En ég var búin að læra það að ef maður tilbúin til að vinna þá getur maður fundið vinnu hvar sem So I was sitting at this farm. I didn't have much money, but that was no problem because I was going to find myself for some work there anyway. Og þannig að ég var á þessum bóndabæ og ég átti ekki mikið pening en ég ætlaði hvað sem að finna vinnu. But there is one big difference compared with some of the Nordic countries and France. En það einn mikill munur á skandinavískum löndum og Frakklandi. In the Scandinavian country, everybody speaks English. Í þessum skandinavísku löndum tala allir ensku. But in France, if you don't speak French, they're not interested in hiring you or do anything for you. Já, þannig að ef þið talar ekki frönsku í Frakklandi, þá nennir enginn að gera neitt fyrir þig að tala við þig. So it was impossible for me to get a work anywhere in France. Þannig að það var ómögulegt fyrir mig að fá vinnu í Frakklandi. And it was difficult for me to be there not knowing French. Það var mjög erfitt fyrir mig líka að vera þar að því ég kunni ekki frönsku. But I had been living in Norway for quite a long time. I had been in Tyrifjord and had a lot of friends there. Ég var búin að búa í Noregi lengi, ég hafði verið á Tyrifjörðskólanum okkar og áttu marga vini þar. I'd been to the Matson school. Ég var búin að vera í Mattisson-skólanum. And this was around just before Easter, and I wanted to go to an Easter rally that they have the tradition to keep. Og það var að fara að koma páskar og þeir voru að fara að halda mót þá. I didn't have any money to go to Norway. Og ég átti engan pening til að fara til Noregs. And I'm a little bit this way that I like to feel safe and know where I'm going to sleep and what I'm going to be doing and things like that. Ég nú daldið á þeirri bylgjulengdinni að vilja svona vita fyrirfram hvar ég ætla að sofa og hvar ég á að vera og svoleiðis. But I just felt so strongly that I should go. I needed it for myself, my spiritual life and everything. Og ég fann svo sterkt að ég átti að fara og ég þurfti á því að halda fyrir mitt andlega líf. So I just thought about throwing all my worries on God. I prayed to Him and I said, I'm going to go hitchhiking all the way from south of France to Norway. Þannig ég sagði bara, ég ætla bara að leggja þetta á þig, Guð, og ég ætla að fara bara á puttunum allavega frá Suður-Frakklandi og til Noregs. And I also made a deal with God. Og ég samdi við Guð. And I said, okay, if you help me to hike all the way to Norway, og ég sagði, I will use every opportunity ef þú hjálpa mér, Guð, að fara á puttunum allavega til Noregs, to witness for you. Þá ætla ég að nota hvert tækifæri sem ég fæ til að vitna þig. And then I started hitchhiking. Og svo byrjaði ég að fara á puttunum. And it is in first, there was a church member who was driving me to part of the way. Fyrst var það kirkjumeðlimur sem að keyrði mig hluta á leið.
so I didn't need to witness for them. Ég þurfti ekki vitna fyrir þeim. So that was an easy part. Það var auðvelt. But then I got a hike with someone else, and I usually didn't need to wait for long. He was some kind of action person who liked paragliding and stuff like that. Já, svo fekk ég far með einhverju sem var mikið í að stunda svifflug. And risiko sports in general. Já, og svona hættu íþróttir. He was not that interested, but he listened to me, and then he dropped me off nearby a city called Grenoble. Og hann hlustaði á mig og svo skildi hann mig eftir í city sem hét, borg sem hét Grenoble. And it was not a good place to be, because I was on the off-ramp towards the motor road. And I felt very good standing there. Já, og þetta var ekki góð staður vegna þess að þetta var mjög nálægt svona hraðbraut og það leið ekki vel þar. But there came a couple. Og það kom þarna par. And I started talking to them, and I told them who I was, and they had a daughter on my age, and they were very interested in everything I was telling them. Og þau áttu dóttur á mínum aldri og þau höfðu áhuga á því sem ég var að segja frá. And they started driving, and then suddenly after a while they say, I'm sorry, but we are actually going in that direction, but do you mind if we drive you a little further, because it's so nice to be with you, you know, so is it okay that we take another road just to help you out? Já, og þau sögðu þegar þau voru að hlusta á hann og þau voru að fara að koma á leiðarenda að hvort að því það væri svo áhugavert það sem hann var að segja, hvort þau mættu ekki keyra hann aðeins lengra í staði fyrir að fara sína eigin leið. And they did so. Og and þau when gerðu we get það. close to the place, because I was going to sleep nearby a place, or in a place called Collonges. It's a theologian seminar. Já, ég var að fara að koma, ég ætlaði að gista á Collonges, þar sem er svona biblíuleg námskeið haldin. And they were not sure where it was, so when we get close to the city, we stopped at the red light. Þau voru ekki viss hvar þetta var, en þegar við vorum að koma að borginni þá stoppuðu við á rauðu ljósi. But they wanted so much to help me out. Þau vildu svo mikið hjálpa mér. That the lady, she jumps out of the car on the red light. Þannig að hún hoppar út úr bílnum konan á rauðu ljósi. Runs to the car behind us. Hleypur í bílinn fyrir aftan okkur. To ask for direction to the place where I was going. Til að fá leiðsögn það hvert þau að fara. And to experience something like this when you're hitchhiking, you know, that people make such a great effort to help you out, that is just amazing. Og það að sjá það að fólk leggur svona mikið á sig til að hjálpa mann þegar maður er bara puttaferðalangur, það er bara ótrúlegt. I was getting a little bit worried. Ég var fann að hafa áhyggjur. It was getting late. Það var orðið mjög seint. I had not talked to anyone at Collonges. Ég hafði ekki talað við neitt á Collonges. I had just a note with the name and the address of the person that I could ask for sleeping. Ég var bara með nafn og heimilisfang, það er það The ekki. sun was about to go down. Og sólin, hún var að leggjast til viðar, setjast til viðar. And there is a saying that I heard a lot as a kid, which said Og in það var Icelandic, málsáttur sem að ég kunni frá því ég var barn. and I'm going to say it in Icelandic and you can translate it in English. Oh. Í myrkri eru allir kettir svartir. In darkness, all cats are black. Which means that, you know, it doesn't matter how nice you look in daylight, in the darkness you look suspicious. Já, það þýðir sem sagt að þó maður líti vel út á daginn, þá lítur maður skuggalega út í myrkri. And they found the road that took to it was to the left, and they said they're just like 10 kilometers to the place. You will probably get hike from here. We need to hurry up to our place. And they thanked me so much for our time together. Já, þannig að þau keyrðu mig og það var svona 10 kilometrar eftir, eða ekki? Yeah. Og þau þekkuðu mér svo mikið fyrir en þau þurftu að fara að drífa sig heim. So I started walking, and the sun was about to go down, and I knew that it would soon get dark. Og ég byrjaði að ganga og sólin var að setjast til viðar. So I prayed to the Lord. Og ég bað til Guðs. And on the bus stop, side of the road, I saw a younger guy. He had an old car, and the hood was open, and he was fixing something.
Og ég gekk þarna fram á unga mann sem var að gera við bílinn sinn. I thought to myself, I'm not going to disturb that guy. He's probably not very happy about his car being broke down and stuff like that. Og hann sagði, ég ætla ekkert að vera að trufla hann. Hann örugglega ekkert ánægður með það að ég sé að fara að tala við hann út af því að bíllinn bilaður. I passed him Ég fór fram hjá honum and went to the end of the bus stop and Yeah. started hitchhiking. og ég fór þarna á stoppistöðuna og byrjaði að húka far. When I was sitting in the car, I had this A4 note that I had used to make name of the place where I was going to, so I was holding that up. Þannig að ég var með svona blað sem stóð á staðsendingum sem ég var að fara á Nobody stopped, og enginn stoppaði. but the guy in the car, he was kind of looking at me, from once in a while, and then fixing his car and looking at me, and then Og maðurinn sem var að gera við bílinn, hann var svona að horfa á mig og svo laga bílinn svona til skiptis. and then suddenly it seems like he had finished, so he closed the bonnet or the front Þannig of að the það car. var eins og hann hafði klárað og lokaði hútinu He starts driving, stops beside me, and starts talking to me. og byrjar að keyra og stoppar og tala við mig, Of course, in French. að sjálfsögðu á frönsku. And also, I forgot to tell that the other couple that had stopped, they talked fluent English also. Já, fólki sem hefði verið að keyra með talaði reyndar ensku. So with that in itself is a miracle because there is not many people who does that. Okay, I'm not gonna be, I'm not being judgmental about the French, but they just don't like to speak English. Já, en að það var rauninni kraftaverk að ég skildi að hafa hitt þetta fólk því að það ekki margir sem tala ensku í Fraklandi. And this guy, he knew exactly, he spoke English. Og þessi maður, hann talaði ensku And I talked to him and I tell him about what had happened to me and where I was going, why I was going there, and I tell him a story that I'm Adventist and so forth. og ég segja hann af hverju ég er að fara og hvað þau komið fyrir og af hverju ég er aðventisti. And again, this guy does exactly the same as the other one does. Og aftur það sama og hinir gerðu. He said, I'm supposed to be going to the right here, but do you mind if I just drive the whole way to Clores because it's so nice to talk to you? En má ég ekki bara keyra það allavega til Cologne að það er svo gaman að tala við þig, hann ætlaði að fara eitthvað aðra leið. And then he says, do you know where you're going? And I said, no, I don't know because I just have this address and I haven't talked to the people. Já, og hann spurði, veistu hvert þú ert að fara? Og hann sagði, nei, ég bara hef ekki talað við þetta fólk að ég er með heimilisfangið. Give me the paper. Og láttu mig fá þennan pappír, He takes the paper og tek pappírinn and he drives me there. og keyrir mig þangað, He goes to the door fer að dyrunum, because he knows I don't speak French. af því hann veit að ég tala ekki frönsku. And he makes sure that he doesn't leave me before I am with the right people and can stay the night. Og hann passaði upp á að fara ekki frá mig fyrir að ég var búin að finna rétta fólki til þess að sofa hjá. It's a bit long story, but there are so many things that happens that cannot be coincidence. So That- I'm going to continue. En þetta er löng saga og það eru margt sem að gerði sem að geti ekki hafa verið nefn einhver tilviljun heldur Guð að vinna. I get to these people and I get to sleep there. Og svo kem ég þannig til þessa fólks og gisti þar And they said, what's your plan for tomorrow? og þá segi ég, hvert er planið á morgun? I was hoping that I could just hitchhike out of the town through, is it Swiss, Cologne, part of Switzerland? It's a part of Switzerland. So I was going to hitchhike through Switzerland and then into Germany and then further into Denmark and then into Norway. Já, ég ætlaði þess að húka fara gegnum Sviss og Þýskaland og Danmörk og svo inn í Noreg. And he says, that's strange because I had planned for tomorrow Og það er skrítið, ég er nefnilega með áfram á morgun to go into Switzerland að fara inn í Sviss to pick up some wood for myself. til að ná í eldi við. So it fits perfectly with my plans. I'm going early in the morning. Að passa mér alveg, ég er að fara einmitt í morgunni. And this is not something he usually does. He did it just like once or twice a year to get wood for the winter. Og þetta var ekki eitthvað sem hann gerði alltaf, hann gerði þetta bara eins og tvisvar á ári til þess að ná í eldi við fyrir veturinn. But it was planned to do it just the day when I came and he didn't know I was coming. Hann vissi ekki eins og ég væri að koma. So again, another miracle for God helping me to get there. Og annað kraftaverk. And then we go into the border and we are discussing, I had been praying in my morning prayer. I had a very good close relationship with God at that time. Ég hafði verið á morgunbæn, ég var mjög nánu sambandi við Guð á þessum tíma. And then we are discussing in the car where it would be best to drop me off. Og við vorum að ræða hvar væri best að ég færi út úr bílnum. And in Europe they have these big truck stops where there's a lot of trucks, a lot of traffic and stuff like that. And we decided that I would be getting to one of those. Og hann ákvaða að fara með hann þarna sem að margir trukkar stoppa. And
when I get there, he dropped me off and everything is nice, and then I'm going to go hitchhiking, and I'm thinking, okay, let's go to the off ramp and hitchhike like I usually does. Og þá hugsa ég, já, svo ætla ég bara að fara það sem að ég var vanur að gera, að húka far. But I get this voice in my head, this still voice in my head. Og það var eitthvað rödd inn í höfðin mínu sem sagði, Go and check all the trucks. og farðu að banka upp hjá öllum þeim sem að keyra þessa stóru bíla. I haven't thought about that before, you know. Ég hafði ekki hugsað út í það. And then I was thinking, why should I do that? Akkur ætti ég að gera það? And then I got this thought, maybe there's a truck going somewhere close to where you're going, you know, so maybe you can get further right. Kannski einhver að fara þangað sem þú ert að fara, sagði þetta. And I thought to myself, it was like I was discussing in my mind if I should do this or not, and then I figured out, yeah, maybe I have nothing to lose. So I start walking and I see all 1 truck, 2 truck, 3 trucks. Já, þannig að ég fór og bankaði upp hjá þeim öllum. I didn't knock on them, I just looked out the side because I saw where they're from and the number plates, and I could kind of see where they're going and where they're from. Já, ég horfði sem sagt á trukkurinn og sá nokkuð með hvað þið voru að koma eða fara. When I came to one of the last trucks, I found a Norwegian truck. Þannig að síðasta trukkurinn sá ég að var frá Noregi. It says on it Tryggve Enger. Stóð Tryggforenger, stóð á honum. And Askim. Askim. And Askim, that is 20 kilometers away from where I was going. Og það var bara 20 km frá það sem ég var að fara. So I waited because he was sleeping the times before. I didn't want to wake him up. Ég beið að ég sá að það voru gardínur fyrir og ég sá að hann var sofandi. And then I asked him and I was allowed to go with him. Og svo spurði ég hann og ég fekk að fara með hann. And the rest of the trip was settled. Þannig að þá bara komst ég heim. And when you look at this, me trying to get from south of France all the way to Norway. Ef þið lítið á þetta, ég var að komast frá Suður Frakklandi og allavega til Noregs. And you start thinking about the people I met. Og maður hugsaði fólki sem ég hitti. How nice they were. Hvað þau voru góð. That they were in a country where people usually don't speak English, but they were able to speak English. Í landi þar sem að fólk talaði vilt ekki ensku, en þau gátu talað ensku, þetta fólk. And that I can meet a person who usually don't go into Switzerland, but had planned to go into Switzerland just the day I came. Og ég hitti mann sem að feri vilt ekki inn í Sviss, en fór inn í Sviss akkurat þegar ég var. And that I stopped coincidentally on a truck stop where you have a Norwegian truck, Og which not much of in Switzerland. Og ég stoppaði akkurat það sem var norsku trukkur sem ekki mikið af í Sviss. And get a hike. Og fá far. The calculated chance of that being coincidence is just impossible. Já, það ekki möguleiki að þetta hafi verið bara óvart. So this experience is one of the strongest experiences I've had in my life, that God is with us and make plans for us, even though it doesn't look like it. Og þessi reynsla eina af því sterkustu sem að ég hef upplifað það að Guð með okkur. So when I get discouraged and I feel that nothing good is happening, then I think back to that experience. Þannig að þegar ég leiður og mér finnst ekkert vera að gerast eða ganga, að þá hugsa ég tilbaka þessa reynslu. So I would encourage you in the small things. If you're going somewhere, if you need something, then pray to God, and He will help you also in the small things, and when you feel helpless and stuff like that, Ég hveti ykkur þannig að þegar að þið eruð í vandræðum og ykkur vantar hjálp í litlu hlutunum. And if you feel you don't have the money, or if it's difficult to travel there or something like that, then put it in front of God, and He will help you out. Og ef ykkur vantar pening eða þið eru að ferðast, og þá leitið til Guðs og biðið hann hjálp. It was a wrong testimony, I'm sorry about that. Já, þetta var langur vitnisbyrjun. Takk kærlega fyrir. But I hope it can be an encouragement. Já, það hefur verið svo sannarlega. Takk fyrir þetta. Amen. Þá það síðasti sálmurinn sem við ætlum að syngja. Og það sálmurinn